Velkomin á aðventustund í Borgarneskirkju, 4. sunnudag í aðventu. Við þökkum Elínu Ástu Sigurðardóttur kærlega fyrir þessa ljúfu tóna, en hún spilaði lagið River Flows sem japanskt lag. Í dag ætlum við að verja þessum klukkutíma saman, hugsa aðventuna og alla þó birtu og ljós sem henni fylgir. Því þó snjóleysið gerir það að verkum að skammdegið verður ennþá dimmara en ella, þá verður á sama tíma enn greinilegra að við sem samfélag gerum allt sem við getum til þess að hjálpast að við að lýsa upp tilveruna. Með ljósaseríum í gluggum, á þakskeggjum, trjám, handriðum og runnum. Við leggjumst öll á eitt til þess að gleðja hvert annað og okkur sjálf með ljósi og birtu. Við skulum byrja þessa stund á að minnast elsku Guðs til okkar og signa okkur saman. Við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Mér langar nú að biðja Söru Líf að koma og kveikja á kertum aðventukransins fyrir mig. Aðventukransinn minnir okkur á hvað tímanum og aðventu líður og minnir okkur líka á það hversu gott það að koma saman, kveikja á kerti og þakka tíman, lífið og tilveruna. Hvert kerti hefur sitt heiti sem hjálpar okkur að íhuga boðskap jólanna. Fyrsta kertið, hvað gerir þarna? Hann þarna? Hann ekki? Sorry. Þetta minn. Gerðu svo vel saman. Fyrsta kertið heitir, munið það? Fyrsta kertið heitir spádómskerti. Og vísa til þess að spádómar Gamla testamentisins höfðu sagt fyrir komu frelsarans. Annað kertið heitir Betlehemkerti og minnir okkur á bæinn þar sem Jesú fæddist. Þriðja kertið nefnist hirðakerti og nefnt eftir fjárhirðunum sem voru þeir fyrstu til að heyra
fæðingu Jesúbarnsins. 4. og síðasta kertið heitir englakerti og tileinkað englunum sem birtust á jólanótt og tilkynntu fæðingu Jesú. Takk, Sara, fyrir hjálpina. Við skulum standa upp og syngja saman. Við kveikjum einu kerti á, sem númer 560 í sálmabókinni. 560. Kærar þakkir fyrir hraustlegar undirtektir. Nú ætla kirkjukórinn okkar að stíga á svið undir stjórn Steinunnar Árnadóttur organista. Þau ætla að flytja okkur sálminn Heilagi Guð á himni og jörð, sem samin var á Heinrich Schulz árið 1628, en textinn eftir Helga Hálfdanarson. Ég ætla að lesa hér
Úr Matteusar guðspjalli, texta sem nú reyndar ekki einn af textum aðventunnar en tengist engu að síður aðventu og jólum. Það segir frá flótta Maríu og Jósefs eftir fæðingu Jesú, flóttanum til Egyptalands. Þetta er viðeigandi texti nú á þessum tímum þar sem flóttamenn hafa aldrei verið fleiri í veröldinni. María og Jósef voru ekki fyrstu flóttamennirnir heldur. Og þeir sem nú er á flótta, því miður landlausir, skjóllausir, vita ekki sem næturstað, verða örugglega ekki heldur þeir síðustu. En svo segir í öðrum kafla Matteusar guðspjalls: Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Og hann stefndi saman öllum æðstu prestunum og fræðimönnum og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ert þú síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma, sem verður hirðir líðs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið, og þið finnið það, látið mig vita, til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir lítu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim uns hana bar yfir þar sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhislum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar vitringarnir voru farnir, þá vitraðist engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvöldust þau þangað til Heródes var allur. Það átti að rætast sem drottinn lét spámanninn segja: Frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, 2 vetur og yngri. En það svaraði til þess tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem Jeremías spámaður hafði sagt fyrir rödd heyrist í Rama, harmakvein, beskur grátur. Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta, því að þau eru ekki framar lífs.
Þegar Heródes var dáinn þá vitraðist engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraelslands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Jósef tók sig upp og fór til Ísraelslands með barnið og móður þess. En þá hann heyrði að Arkelás réð ríkjum í Júdeu í stað Heródesar, föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galileu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nasaret, en það átt að rætast sem spámennirnir sögðu fyrir Nasaret skal hann kallast. Þannig hljóða orðin í Mattheusar Guðspjalli. Ófáir eru þeir listamennirnir sem í máli, myndum og tónum hafa gert sér mat úr efni heilagra ritningar. Einn þeirra er Snorri Hjartarson skáld, fæddur og uppalinn á Hvanneyri, eitt mesta skáld Íslendinga á síðustu öld. Hann yrkir þennan atburð sem ég var að lesa og leggur út af honum á magnaðan hátt í stuttu ljóði og dregur upp kannski þennan dökka raunveruleika, það sem við blasir því fólki sem er á flótta. Og hann tengir saman hlutskipti Maríu og Jósefs og hlutskipti hinna fjölmörgu sem í sömu sporum, á sömu leið, og líka spurn okkar. Hann líkt og setur sjálfan sig í spor einhvers sem mætti þeim og sagði við þau orð. Og Snorri yrkir og segir svo: Ég heyrði þau nálgast í húminu beið, á veginum, rykgráum veginum. Hann gengur með hestinum höndin kreft, tauminn, gróin við tauminn. Hún hlúir að barninu, horfir föl, fram á nóttina, stjarnlausa nóttina. Og ég sagði: Þið eruð þá enn sem fyrr á veginum, flóttamannsveginum. En hvar er nú friðland, hvar fáið þið leynst með von ykkar, von okkar allra? Þau horfðu á mig þögul og hurfu mér sín inn í nóttina, myrkrið og nóttina. Þorsteinn Logi ætlar næst að flytja okkur jólalagið Meiri snjó, en hann er eins og Elín Ásta og Sara Líf í hópi fermingabarnanna okkar í ár. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Meiri snjó,
Takk Þorsteinn Logi. Næst ætla konurnar í kirkjukórnum að láta ljós sitt skína. Þær ætla að flytja okkur lagið Jólasöngur eftir Murray og íslenski textinn eftir Guðmund Óla Ólafsson. Það svo oft verið að tala þetta jólakapphlaup og jólastress. En í hugleiðingu dagsins langar mig að tala hvað okkur umhugað náungan þegar jólin nálgast. Börn fá aðventu og skógjafir, á mörgum vinnustöðum lauma leynivinir litlum gjöfum á skrifborð hvers annars, fólk sendir jólakveðjur og leggur sig fram að gleðja sína nánustu með ýmsum hætti. Verkefnið Samhugur í borgarbyggð hefur sannarlega sýnt samtakamátt samfélagsins. Gjöfum og gjafabréfum rignir inn. Allir boðnir og búnir að leggja til málana, en það berast fáar umsóknir. Þó getum við sagt okkur það að eftir næstum 2 ára COVID-ástand og miklar breytingar á högum og aðstæðum fólks, þá hlýtur að vera þröngt í búi hjá mörgum. Þess vegna langar mig að spyrja, og ég vil að við spyrjum okkur. Af hverju eigum við svona erfitt með að biðja aðstoð? Og ég ekki bara að tala fjárhagslega aðstoð. Ég að tala aðstoð í daglega lífinu. Aðstoð sem myndi létta okkur og fjölskyldum okkar lífið. Og ég tala af reynslu. Ég elst í systkinahópnum, flutti snemma að heiman og hef alltaf talið með trú að ég þyrfti enga hjálp. Eins og ég héldi að það væri einhver styrkleiki að komast í gegnum lífið alein. Það var þá. Nú sé ég hvað þetta einmannalegur og í raun sorglegur hugsunarháttur. Það ekki veikleiki að biðja aðstoð, það styrkir okkur. Ég búin að vera í guðfræðinámi undanfarin ár og þá gat ég ekki sjálf. Verið í vinnu, í námi og með fjölskyldu. Það var stundum verið að segja við mig að ég væri svo dugleg. En mér fannst ég ekkert dugleg. Ég vissi nefnilega að ég var ekkert í þessu ein. Ég var vissulega sú sem las bækurnar og tók prófin, en það var bara lítill hluti af ferðalaginu. Maðurinn minn sá heimilið og börnin, foreldrar mínu hjálpuðu til, amma hjálpaði til, systur mínar, vinnuveitendur, samstarfsfólk, nágrannar og vinir. Ég var með sirka 5 mömmur á kanti sem ég gat leitað til varðandi skóla og frístundir barnanna. Og ég gerði það, ég gat ekki annað. Samt var ég enn á lokametrunum að hugsa, ég get þetta alveg sjálf, nú hlýt ég að geta sjálf. En af hverju ósköpunum? Haldið þegar við höfum verið sköpuð til þess að fara ein og á hnefanum í gegnum lífið? Ég ansi hrædd ekki. Af hverju heitir þetta þá samfélag sem við búum í? Í loka áfanganum mínum í guðfræðináminu átti ég að skrifa ritgerð Móse. Við munum líklega flest eftir Móse úr sunnudagaskólanum, búlduleitur krakki í körfu sem vaggaði í sefinu.
Prinsessan dóttir Faraós bjargaði honum frá dauðum og ól hann upp í konungshöll. Munið eftir þessu. En það var ekki allt. Móse varð fullorðinn og varð eiginlega stærsta ofurhetja Biblíunnar. Nafnið hans kemur fyrir mörg hundru sinnum í Gamla testamentinu og á fjölmörgum stöðum í Nýja testamentinu líka. Þessi mikla hetja framkvæmdi ótrúleg verk á langri ævi sem urðu til þess að Ísraels þjóð öðlaðist frelsi úr ánauð. Þegar kemur að hetju og spennusögum af Móse af nógu að taka. Það er meira að segja búið að gera margar Hollywoodmyndir vöðvastæltan Móse sem klýfur Sefhafið í tvennt og berst af miklu hugrekki á móti vígbúnum óvina her. Ég horfði á bíómyndirnar, ég las biblíusögurnar og ég las bækur biblíusögurnar. En ég var satt að segja ekki alveg að tengja. Móse var sterkur, duglegur, gáfaður, hugrakkur, en hugurinn reikaði. Þangað til ég rak augu í þessa setningu sem tengdafaðir Móse sagði við hann. Léttu þannig byrði þína og láttu þá bera hana með þér. Ef þú gerir þetta, mun þér takast það sem Guð felur þér. Léttu þannig byrði þína og láttu þau bera hana með þér. Það var eins og kviknaði á peru. Ég dró andan djúpt og las sögurnar aftur. Það var eins og sverðaglamrið hljóðnaði og lætin í hetju frásögninni dofnuðu. Á milli línana sá ég glitta í manninn Móse, sem oft á tíðum var þreyttur, bugaður, áhyggjufullur og ráðvilltur, þó hann væri hetja. Þegar Guð opinberaðist Móse fyrst og bað hann að taka að sér þetta verkefni, að leiða mörg 100.000 manns úr ánauð, þá sagði Móse nei. Guð sagði, jú, gerðu það. Móse sagði, nei, ég stama svo lítið og gætur ekki fundið einhvern annan í þetta. Guð reiddist þá Móse og sagði, allt í lagi, ég get svo sem beðið Aron bróðinn að hjálpa þér. Þessu tók ég fyrst eftir ég hafði lesið orð tengdaföðurins. Og þegar ég las sögurnar aftur með orð tengdaföður Móse á bak við eyrað, þá sá ég allt í einu að Móse var umkringdur fólki sem aðstoðaði hann. Hann þáði aðstoð, en tengdafaðir hans hvatti hann til þess að ganga skrefinu lengra og biðja aðstoð. Þetta þér of erfitt, þú getur ekki sinnt þessu einn. Léttu þannig byrði þína og láttu þau bera hana með þér. Þar með var það undirstrikað að Guð ætlaðist aldrei til þess að Móse sinnti hlutverki sínu einn. Hann hafði stuðning Guðs, stuðning fjölskyldu sinnar og annarra ráðgjafa. Ritgerðina mína kallaði ég, hetjur þurfa líka hjálp, Móse og fólkið sem að honum stóð. Í sögunni Móse erum við minnt á að það ekki ætlast til þess að við sinnum öllum okkar verkefnum ein. Og eins og í tilfelli Móse eru mörg verkefni sem við erum að kljást við, verkefni sem við báðum alls ekki sjálf. Verkefni sem við fáum upp í hendurnar en hefðum helst vilja segja, nei takk, getið ekki fundið einhvern annan. En það bara ekki alltaf í boði. Þá mikilvægt að muna að við höfum stuðning Guðs í bæninni og stuðning fólksins í kringum okkur. Við þurfum bara að biðja hann. Og fermingabörnin vita þetta. Í síðasta tíma fermingafræðslu fyrir jól unnu þau í hópum. Þau lásu dæmisögur vandamál og aðstæður sem unglingar glíma við. Svo komuðu hingað upp að altari, lásu sögurnar fyrir bekkjarfélaga sína og gáfu góð ráð. Ráðin voru margvísleg og hvert öðru betra, en það ráð sem þau gáfu öll var að viðkomandi einstaklingur gæti talað við einhvern og beðið aðstoð. Þau sem vinir sögðust einnig myndu tala við foreldra viðkomandi, kennara, íþróttaþjálfara eða fólkið í kirkjunni. Og þá fór ég að hugsa, og ég sagði það líka við þau, hvað þau eru heppin að búa í svona litlu samfélagi, þar sem það eru margir sem eiga í þeim, margt fólk sem þykir vænt þau og lætur sig þau varða. Munið þau vorum að tala þetta, krakkar. Börn og unglingar sem búa í stórborgum þekkja kannski enga fullorðna nema foreldra sína og kennara í skólanum. En hérna vita allir hverjir þið eruð og það svo margt fólk sem þið geti leitað til. Fermingabörnin vita þetta, að það gott að leita til annarra þegar við erum í vanda,
Við kennum þeim það og við segjum þeim það, en sýnum við það í verki. Sjá þau okkur biðja aðstoð við stórt og smátt, eða sjá þau okkur á þönum að reyna að gera og græja allt sjálf, því við viljum ekki ónáða fólkið í kringum okkur, eyða tíma annara, vera til trafala. Það eiga allir nóg með sitt, svona segjum við, í eyrun á börnunum okkar. En það er ekki rétt. Fólk vill aðstoða. Hversu oft hafið þið sagt ef einhver biður ykkur aðstoð, nei veistu ég á bara nóg með mitt. Auðvitað eigum við að setja mörk, en ég þori að veðja fúlgu fjár upp á það að við aðstoðum þegar við getum. Það er í mennskunni okkar og það er held ég eitt af grunngildum okkar. Þess vegna búum við í samfélögum. En það er kannski hætt á því að þetta sé að mást út því að við erum öll að reyna að gera sjálf og það má ekki gerast. Þess vegna hveti ég ykkur til þess að biðja aðstoð þegar þarf. Þannig sýnum við börnunum okkar að það er allt í lagi og alveg sjálfsagt. Við erum í þessu saman. Dýrð sé Guði sem er kærleikur, léttleiki og ljós og sem minnir okkur á að leyfa öðrum að hjálpa okkur. Amen. Við skulum nú standa á fætur og syngja Bjartir yfir Betlehem saman sem er númer 80 í sálmabókinni. Takk fyrir söngin öll. Fáum okkur sæti og hlustum á kórinn flytja okkur Slá þú hjartans hörpu strengi eftir Bach. En íslenskan texta samdi Valdimar Briem. Oh
konunganna kemur nú til sinna manna, orð að sönnu. Við biðjum að jötu Jesú komum við með tómar hendur og lofum og þökkum lífgjöf hans í auðmýkt í hjartans þökk fyrir líf og lán. Honum gefin og helguðum eilífð, á hátíð ljós og friðar er samkenndin rík. Kristnir bræður og systur vítt heim, syngja með okkur söng englanna, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu. Hinn kristna fjölskylda jarðar fagnar öll, jafnvel þótt fögnuður margra sé blendin og von og ótti togist á. Á helgum jólum látum við söng englanna bærast í brjóstum okkar, næra bænir okkar og drauma. Friður á jörðu. Friður með þjóð okkar. Það er bæn okkar, bæn frið. Bæn okkar kristinna manna og líka bæn og ósk fjölmargra sem játa aðra trú eða hafa enga trú. Á aðventu biðjum við réttlæti handa hinum svívirtu og brotnu, þeim sem enga málsvara eiga og eru ekkert í augum heimsins. Og við biðjum að við sjálf eigum augu til að sjá neyð náungans og höfum hugrekki til að koma honum til hjálpar. Við biðjum brauð handa hinum soltnu líða sáran skort, þeim sem oft eru fórnarlömb arðráns og ofríkis. Biðjum fyrir þeim sem þjást og líða. Minnug frásögunar flótta Maríu og Jósefs með Jesú barnið til Egyptalands. Hugsum við til þeirra fjölmörgu sem flúið hafa heimastað sinn og vita að þeir munu aldrei snúa aftur. Þeirra sem hvergi eiga skjól, hvergi eru velkomin og vita ekki sinn næturstað. Guð gefi að samfélög þjóðanna finni til mennsku sinnar og afmáið þann smánar blett sem hlutskipti flóttafólks er. Og Guð gefi að okkur Íslendingum beri gæfu til að opna okkar breiðu dyr og segja: vertu velkomin. Við biðjum ljósin í líf þeirra sem sakna og syrgja horfna ástvini. Guð blessi þau, Guð blessi og helgi minningar þeirra og gefi anda friða og huggunar. Guð sé þeim öllum náðugur og miskunnsamur. Við biðjum fyrir þeim sem kvíða komandi jólum og finna ekki í morgundeginum neitt ljós eða nokkra von. Biðjum betra líf fyrir börn sem búa við hörð kjör og þrá að mennta sig og þroska hæfileika sína. Þökkum Guði fyrir börnin okkar og þess þau njóta. Biðjum líka að við fáum að varðveita barnið í okkur sjálfum, hreinlyndi, sakleysi, gleði. Biðjum þannig auðmýkt í hjörtu okkar. Við biðjum fyrir kristnu fólki sem ofsótt og býr við lífsháska fyrir trú sína. Og við biðjum að við kunnum að meta og þakka það frelsi og jafnræði sem ríkir í íslensku samfélagi. Að við kunnum að þakka þær nægtir sem okkur eru búnar, auðlindir lands og sjávar, og að við fáum að vera ábyrgir vörslumenn og skila komandi kynslóðum hreinu
og óspilltu landi. Almáttugi Guð, ger okkur að verkfærum anda þíns, að við megum lifa og starfa í trú, von og kærleika. Við biðjum góða daga á aðventu, þrátt fyrir farsótt og allt annað sem aðsteðjar, og biðjum gleðileg jól og segjum gleðileg jól í Jesú nafni. Segjum saman bæn Drottins: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og ekki okkur vorar skuldir, svo sem og fyrirgef okkur. Eigi leið þú á sér reisni, heldur frelsa oss frá illu. Þitt ríkið og þýðin að eilífu. Amen. Nú ætla Þorsteinn Logi að syngja fyrir okkur annað lag, Jólin allstaðar, eftir Jón Sigurðsson og Jóhann G. Ellingsson. Kirkjukórinn kemur svo strax og eftir Þorsteinn og syngur og Jesú barnið bjarta. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Kirkjukórinn ætlar að syngja og Jesú barnið bjarta. Lagið er sænskt þjóðlag og Sigurbjörn Einarsson samdi íslenskan texta. Amen.
Við skulum rísa á fætur og syngja saman sálm númer 96, Fögur er foldin, númer 96. Kirkjukórinn gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Kirkjukórinn ætlar að lokum að syngja Friður, friður frelsarans eftir Felix Mendelssohn, en Þorkell Guðbrandsson ætlar að syngja einsöng í laginu. Okkur langar í leiðinni til þess að þakka fyrir ljúfa og notalega stund. Megi ljós og kærleikur fylgi ykkur út í aðventuna.